Mótið sterkasta kona Íslands var helgina haldið á Akureyri. 11 konur tóku þátt og sigurvegarinn í opnum flokki var Ingibjörg Óladóttir. Auk þess að vinna titilinn sterkasta kona Íslands setti Ingibjörg einnig Íslandsmet í drumbalyftu. En hvernig er tilfinningin að vera sterkasta kona Íslands? Góð held ég bara. Ég er bara ennþá átti með að þetta hafi verið ég. Hefurðu verið lengi í þessum aflraunum? Ég var í kraftlyftingum, farði mig svona meira yfir í aflraunir fyrir kannski svona 1,5–2 árum, 1,5 ári. Tók þátt í sterkustu konu Íslands í fyrra, var þar í 7. sæti og ákvað eftir það að taka þátt aftur ári og gera aðeins betur. Og hvað er það sem vakti áhuga þinn á þessu sporti? Fjölbreytnin, við erum alltaf að gera eitthvað nýtt. Þetta eru margar greinar sem að geta verið á mótum og bara þú þarfst að vera bæði sterk og með ágætis úthald í þessu. Eru margar konur sem eru að keppa í þessari íþrótt? Ekki nógu margar, það mætti vera fleiri. En við erum alveg komin ágætis kjarni allavega og við erum 11 núna á mótinu, þannig að það var mjög skemmtilegt. Og er það þá eitthvað sem er að aukast áhugina? Ég vona það. Ég vil geta sagt já, en það er alveg áhugi, en mér finnst þetta oft að stelpur megi þora að stíga skrefinu lengra og keppa. Eru mikið úrval fyrir konur í þessu íþrótt? Eru til dæmis mörg mót eða? Það hefur ekki verið nóg, eða kannski með við fjöldan hefur þetta verið nóg. Það var allavega í sumar var Hjalti að halda stálkonuna og svo hefur við í Aflraunafélagi Akureyrar líka verið með logglyfti eða drumbalyftumót. Og svo hefur þetta sterkasta kona Íslands verið. Það hefur ekki verið mikið meira. Ingibjörg er meðlimur í Aflraunafélagi Akureyrar og hefur auk þess stundað kraftlyftingar í mörg ár. En hver er munurinn á aflraunum og öðrum skyldum íþróttagreinum eins og til dæmis kraftlyftingum? Kraftlyftingar eru hnébeygja, bekkpressa og réttstöðulyfta sem er keppt í. En í þessu þá erum við með mjög oft réttstöðulyftu en í öðruvísi útfærslum, eins og núna á mótinu var réttstöðulyfta 4 þyngdir sem vorum að hlaupa á milli og taka á tíma. Og í aflraunum eru þetta oft mikið tímagreinar líka. Við varum bændaganga 20 metra og rammaburður tilbaka 20 metra á tíma. Loggurinn var á max, þannig að maður taka þungt og maður getur. Það voru 4 steinar sem áttum að taka frá golfi og upp á palla á tíma. Misþungir frá fyrst ca. 50 kg upp í 90 kg. Það voru hleðsla sem voru 3 hlutir sem áttu að hlaupa með frá A til B. Og síðan var þetta trukkadráttur sem áttu að draga 8 tonn á trukk. Þannig að þetta eru svona öðruvísi útfærslur af styrk og úthaldi heldur en kraftlyftingar þessar 3 greinar sem segja kannski meira styrk. Þú dróst þetta 8 tonna trukk. Já. Og hvernig líður þá í dag? Ég er þreytt. En þetta var rosalega gaman. Bara, það er ekki hægt að lýsa þessu öðruvísi. Þetta er skemmtilegt sport og það er allir vinir og það er allir glaðir og þetta er bara, þetta er gaman. Og getur kannski sýnt okkur eitthvað hvað það er sem þú varst að til dæmis lyfta? Já. Þessu fyrsta greinin sem var, þá vorum við með þennan logg, eins og heitir. Þá vorum við að taka hann frá golfi upp á bringu og upp fyrir höfuð og það var á max og ég tók 75 kg Íslandsmet. Mér finnst það persónulega eiginlega svona skemmtasta greinin mín núna að gera það. Svo vorum við að taka réttstöðulyftu, þá vorum við með 4 þyngdir og vorum með frá 100 kg, minn flokkur, opinn flokkur, upp í 200 kg í mismikilli hæð líka og hlaupa á milli. Við vorum með hundleiðilega tunnu í hleðslunni sem var ekki skemmtileg fyrir suma og sandpoka sem var alveg 75 kg. Ingibjörg hvetur konur til að prófa aflraunir. Það tekur ekki hver sem er sömu þyngd og sterkasta kona Íslands, en drumbarnir eru líka til léttir. Hér sýnir hún svo hvernig á að gera þetta og fer augljóslega létt með að lyfta 40 kg drumbi upp fyrir höfuð. En hver eru framtíðarmarkmið Ingibjörgar? Draumur væri alveg að komast einhver tíman á sterkustu konu heims, en það er alveg langtímamarkmið, hvort að það verður svo. Ég er bara að fara núna í frí og svo ætla ég að sjá hvað ég geri. Skrifa ný markmið eftir það
kemur allt í ljós bara.